Góðan daginn og velkomin í Helgar viðtalið. Ég búinn að fá til mín einn af gömlu félögunum úr Laugarnesi, Gísli K.R. Björnsson. Velkomin. Takk kærlega. Hvað segirðu? Ég segi bara fínt sko. Ekki? Jú, bara gaman að vera komin hingað. Já, föstudagur. Föstudagur og svona tekur alltaf aðeins einhver smá ró við sko. Já, það var hægist að öllum, maður fer bara í bónus og ég sitja í þvottavél á föstudögum. Já, það sé bara. Ég fer í húsmóðurstörfun öll á föstudögum sko. Já, ég þríf ekki neitt hérna í miðri viku en svo lendir þetta alltaf föstudegi og ég reyna svona að klára sem mest. Það verður helgin byrjar svona kannski formulega. Akkurat. Já. Heyrðu, við vorum hérna að ræða hérna gömlu árin í Laugarnesi og þá kannski bara svona einfaldast að fá aðeins hjá þér bakgrunnsupplýsingar. Já. Hvernig þú komst til? Fæddur hvað, 1971? Já, gjörðu svo vel. Nú máttu fá orðið. Já, takk fyrir það. Ég svo sem bara... Ég segi nú alltaf að ég sé sko alin upp, ég svona innfæddur Laugarnesingur, þú veist, og hérna ólst upp á Laugarnesveginum sem sagt við mamma bjöggum hjá afa og ömmu í blokk á Laugarnesveginum. Já, og voru síðan númer hvað? Laugarnesvegi 102, þetta er svo kallur löggublokk. Já. Það var þarna, ég veit ekki hvort þú munir eftir því, það var á þessu húsi var svona lítið iðnaðarbil alveg svona á horninu, á Bólstrari. Já, einmitt. Það er þeirri blokk. Já. Innri stigagangurinn alveg uppi þarna göngustíginn á milli húsana og blokkana. Já, sem sagt göngustígur í milli þá Laugarnesvegar og Rauðalækjar. Já, þar sko. Já, ég nefnilega er þarna unglingur í blokkinni beint fyrir neðan, Laugarnesvegi 94. Já, akkurat. Já, það er á 3. hæð, þannig að ég horfði og ég var þarna í stærri byggingunni. Ég held að minni byggingin er kallur Kálfur. Já, er kallur Kálfur sko. Já, Bólstrarinn var þarna. Já. Svo kom 94. Já. Það var engin svona hliðarstarfsemi þar. Nei. En svo kom hann að Paradís í blokkinni fyrir neðan. Já, og þegar ég flytti þarna 82, þá var verðlistinn þar að flytja niður á Laugalæk? Já, eða hvort það var útibú þar frá verðlista, lagar eða eitthvað. Já. Og þá kemur snyrtistofan Paradís. Akkurat. Já. Þetta er á svipuðum tíma og sko, þú manst þetta túninu stóra sem var fyrir framann, hérna, hinum yfir Laugarnesvegi bara? Já, hérna bara milli blokkana, hérna fyrir, ertu ekki að tala hérna milli, sem sagt, Rauðalækjar og Laugarnesvegar? Nei, ég er ekki að tala um það, ég er að tala um sko, túnið þar sem að myndlistaskólinn er núna. Já, einmitt. Það var bara stórt tún. Já. En upp úr þarna þessum tíma, sem þú veist á, þá fara að eyðileggja það og byggja þarna sláturhúsið þarna. Já, sem átti að vera SS. Sem átti að vera SS, sko. Já. Endaði sem sko myndlistaháskóli. Já, ég man að þið voru að sprengja þarna fyrir grunni og það var mjög, maður fylgdist þarna með. Já. Svo reist þarna þetta myndarlega hús, en það fór aldrei í notkun sem... Ekki sem sláturhús. Ekki sem sláturhús eða kjötvinnsla. Nei, náðu því ekki. Listaskóli. Já. Sem kannski bara betra. Miklu skemmtilegri notkun. Já. Fyrir þessu hverfi mikið betur, sko. Já. Það voru náttúrulega þessi gömlu hús þarna frá sláturfélaginu þarna fyrir neðan. Goði var það. Já, þetta var mikið iðnaðarhverfi. Já. Þú varst með frystihúsið hérna Kirkjusand og svo varstu með kjötvinnslu Goða og svo átti að vera þarna kjötvinnsla SS, helsta keppinautarins. Þannig að hérna, hann er bara risa matvælaframleiðsla hefði ekki það verið þarna bara öllu einum hektara bara næstu því. Já, eitthvað svoleiðis. Svo varstu með bara Laugarnesbæinn sko, Sigga Óla bara hana hinum megin við Sæbrautina eftir að hún var til sko. Já, hérna söngvari. Já, einmitt. Já. Hann var bóndinn þarna í Laugarnesi. Já, einmitt. Átti þetta allt maður. Já. Sonur hans hérna var í hvað heit, Purku Pillik, nei hvað var eftir hljómsveit hérna? Já, hann var í pönkljómsveit hérna. Þeir eða Purku Pillik eða bara flokkurinn eitthvað laus eða? Gefum það bara hangur næst. Okay. Já, Gunnþór, nei, Q4U. Q4U, já, það er svona hans.
Ég held að Gunnþór sé alveg örugglega sonur þá Sigurðar Ólafssonar. Gunnþór var í Q4U með Elli, alveg góðsagnakennd hljómsveit. Já, maður sá þau á Melarokkinu sko í gamla daga. Heldur Já, ég man að ég var í ammæli rétt hjá Melavellinu þegar Melarokki var, þannig að ég heyrði óminn. Hætti mér ekki að yfir. Það var ógleymanlegt. Já, þú hefur farið? Já, ég fór. Já, veitu var þetta hvað, 83 eða hvað? 82-83. Já. Ég var nefnilega Sennilega 83. Já, það var rosa svona stórt skref að fara bara niður á Hlemm og sjá pönkarana og hvað sem hétu Siggi Pönk og hver var í sjálfsfróun eða Bjarni. Bjarni var þarna. Já, það voru fullt af flottum strákum þarna. Já, mikil tónlistamenn. Já, og bara frumkvöldar, þorði að vera öðruvísi og Ég held að Pönki hafi nefnilega verið rosalega vanmetinn tími. Svona, þú veist, í listasögunni, tónlistarlega séð, þá tónlist bara svolítið vanmetinn fyrir mér. Ég fór að sjá ég man bara ekki hvað, það komum nokkrar pönkljóstir á þessu tíma, Echo and the Bunnymen, þeir voru svo sem ekki pönkljósett. Þeir komu til Íslands. Já. Og svo voru, ég kom ekki í krass hreinlega á friðartónleikana í höllinni. Ég meina það, spila. Gott ef ekki. Og hvað hétu þeir? Ekki Tappi Tíkarrass, heldur það sem kom eftir Tappa Tíkarrass og fyrir Sigurmolana, þau kölluðu sig eitthvað, hvort þau hafa ekki hitað upp fyrir þau sko. Já, það var einhver fræg íslensk þekkt hljómsveit. Já. Það voru náttúrulega fullt af góðsagnakenndum hljómsveitum á þessu tíma. Já, heldur betur maður. Já, heldur betur. En þú ert þarna í blokkinni að alast upp hjá ömmuðin og afa. Já. Og aðeins áfram með bakgrunnsupplýsingarnar. Já, og ég var svo sem ég var í Laugarnesskóla. Svo fluttum við mamma til Akureyrar í 4 ár. Og ég var þar í 4 ár. Það var góður tími. Við kynntist góðu fólki þar og sko nokkra gamla vini síðan þá ennþá. Já. Það var flottur tími og sko mjög ólíku tímanum þegar ég bjó hér. Svo kem ég aftur til Reykjavíkur. Já. Og aftur beint í Laugarnesskóla. Og þá var ég komin í eitthvað svona, Akureyri kynnti sér pönkinu svolítið, sko. Já, ok. Og í gegnum vini mína þar, Ása Ásmunds listamann og bróðir Snorra Ásmunds. Já. Og þeirra bróður líka sem heiti Jói. Þetta voru strákar sem ég hékk svolítið mikið með, sko. Og ég mani ég fór með þeim þarna á Melarokki til dæmis. Þeir komið þetta suður eitthvað í heimsókn og... Já. En þú bara á Melarokki, þú ert bara 12 ára. Já. Spáði það, 12 ára pjakku bara fara á alræmda rockhátíð eða punkhátíð. Þetta er svolítið alvöru. Já, maður myndi ekki sjá þetta gerast í dag. Nei, ég man þetta með fyrst, eins og taldu það, þá þegar ég bjó á Akureyri, þá kom Udegarsmenn að spila þær í Dynheimum. Þá voru svona svolítið flottur staður til að vera með svona tónleika á, sko. Sem var félagsmiðstöð. Já, þetta var svona einhver svona félagsmiðstöð. Já. Var það í brekkunni eða ekki? Já, svona aðeins nálægt, ekki langt frá leikhúsinu. Já. Svona aðeins inn í. Og ég og þessi strákar, við svindluðum okkur þarna inn á Udegarsmann tónleikana. Já, þú meinar. Og þarna sá maður Bubba bara alveg splungu nýjan í öllu sínu veldi, sko. Hann var einhvern veginn bara strax svolítið idol. Já, hann stimplaði sér leið inn, sko. Alveg, sko. Hann og trommarinn, Maggi Stefán sem voru alltaf eitthvað að kýta eitthvað. Já. Þarna sá maður svona, ég man nú ekki alveg hvort þeir hafi slegist, en það var svona á milli eitthvað rígur, sko. Já, þú meinar. Já. Vá, gaman að sé það. Já, svolítið gaman að upplifa þetta. Já. Svo eru þeir, allavega Maggi Stefáns var reynt að tala um þetta eitthvað og hefur verið svona eitthvað á milli þeirra og þá rifjaðist þetta upp, sko. Já. Ég á minningar, sko, á þessum árum ég á Eskifirði. Já. Frá 78 til 77 til 82, alveg 5 heil ár. Já. Og þá var ég minningar, sko,
bara út í sjoppu var skilti utagarðsmenn í Valhöll og eitthvað ljósrit bara svona og maður sá þetta var svona örgulega búið ljósrit þetta í þú veist 100 eintökum og dreifur sig á einhverja þú veist sjoppur á fjörðunum og það var svona óskýra myndir mjög og svo bara fullt hús já mjög punkað sko já en ég fór ekki en maður sá að það var kannski svo heyrði maður að það hefði verið slagsból á verbúðinni og einhverja brotnar rúður og voru einhverja brotnar brennivínsflöskur fyrir utan og einhver læti þetta var alveg fjörugur tími mjög fjörugur tími og það var svolítið gaman að alast upp á það já þessi þættir verbúðin sem að Vesturport gerði mér fannst þeir ramma þetta tímabil rosalega vel ég sammála því, þeir náðu því mjög vel það var líka gaman að sjá hvernig þjóðin fór með, þú veist, allir settu mynd af sér frá þessum tíma þú veist þetta er svona kannski sterkustu ár sko Gen X kynslóðurinnar þú veist, að vera að alast upp einhvern veginn þarna á þessum tíma horfa og þú veist, það er svo mikið að gerast í tónlist mikið að gerast í myndlist mikið að gerast bara í bókmennaheiminum og bara stjórnmálum þannig eru bara kalda stríðið kalda stríðið var bara til þarna sko. og þarna voru bara bíómyndirna sem voru að flæða inn þarna á þessum tíma það voru komu Rocky og Arnold Schwarzenegger voru þetta voru svona þetta var alltaf þetta var svolítið eins og ég segi þetta var alveg heitur tími var alltaf verið að segja að tíminn í dag sé eitthvað þú veist sem svo mikið sundrung og pólun og ég held að þetta hafi bara alltaf verið svona já ég held sko ég var að ræða við dóttur mína og tengdason í gær og hann spjallað saman og kannski munurinn á þegar voru spurning hvernig þau myndi verið sko þegar ég var á þeirra aldri og þau eru sko hún er 19 eða verða 19 og hann er 21 eða 22 og ég held að munurinn í dag sé sá það er svo mikið af öllu þegar við erum alast upp þá er bara trít að fá kók heima skilur það er trít að fara í bíó með mömmu og pappa sko eða frænda sínum eitthvað það er bara svona trít sem gerist einu sinni tvisvar á ári já það er bara að horfa á stundin okkar var bara heilug stund það var alveg bara næstu í þannig já þú veist þá beið maður eftir til með Skonrock maður skilur þeim og Dallas þú veist, sko, þetta var allt öðruvísi, núna fer bara á Netflix og það er bara fullt af þessu bíó er ekkert trít lengur sko kók er bara alltaf til á öllum heimilum skilur og fólk fara kannski eiginlega bara velja eitthvað annað kók er bara dottið út kannski kannski það sko orkudrykkir komnir valmögulegnir eru svo endanlegir og svo sestu bara niður og þú býður ekkert eftir næsta þætti þú horfir á þetta bara allt í einni beit sko. En þú fer síðan í Laugalækjarskóla? Nei, ég fór ekki í Laugalækjarskóla ég fór í æfingadeildina Þú fórst í æfingadeildina? Frá Akureyri og yfir í æfingadeildina? Já, sko kom fyrst í Laugarnesskóla þegar við fluttum heim ég kom heim sko 82 eins og þú og kem þá inn í Laugarnesskóla aftur þá er ég bara í 11 ára bekk sko og ég klára Laugarnesskóla og ég var svona kannski ekki nemandi sem allir veðjuðu á sko þú veist svona kannski þú veist not the most likely to succeed nei, ekki alveg sko. Þannig að sko mamma tók ákvörðun það að senda mig í æfingadeildina bara hreinlega til þess að reyna að tryggja að ég myndi ná samræðuprófunum og fyrst kem ég í æfingadeildina og mér fannst svo drepleiðilegtar að því allir vinir mínu voru ennþá í Laugarnesi sko og ég saknaði bara þeirra þú veist og svo var ég alltaf hjá af ömmu þannig ég fór frá þeim upp í æfingadeild svo aftur heim í Laugarnesi til skóla og þá var allir búin að vera að gera eitthvað annað í skólanum heldur en ég sko veist, þannig ég misti svona aðeins kannski ég misti ekki af vinunum en ég þurfti svona eiga aðra innkomi inn í vinahópinn sko þannig að ég brá það ráð að bara ég eignaðist fullt af vinum í æfingadeildinni og svo sameinaði ég bara þessa vinahópa þannig að við vorum sko á djamminu saman sko í Tónabæ og í Þróttum og Tónabæ þessi stóri hópur sko krakkar á æfingadeildinni og krakkar úr Laugarnesinu þannig að það var bara og við fórum til öll í bíó og þá tókum við bara heila sætaröð í
í bíóhöllinni sko. Já, skemmtilegt. Já, mjög gaman sko. Já. Það gerist svona svolítið svipað hjá mér. Ég var með tengingu Laugarnesið og svo átti ég og afa inn í Vogahverfi 104. Já, ég var að æfa í Þrótti og þar voru fullt af strákum sem ég átti sem vini áður fyrir Laugalæk. Var með þeim á barnaheimili, þannig að svona svipa, ég næði að tengja saman sem Vogahverfist stráka og Laugarnesinga. Já, verður svona tengilögur. Akkurat. Þannig að við erum svona eitthvað tengjum saman ólík hverfi. Já, skemmtilegt. Og hvað þú klárar Laugalæk og þú ferð í Nei, klára æfingadeildina. Já, æfingadeildina, fyrirgefðu. Fór svo í MS. Já. Og hætti þar bara, ég tók fyrsta árið. Já. Hætti. Og ég var einmitt að rifja upp með henni daginn, þú busaði mig. Já. Hressilega. En það var líka bara gaman sko. Busun í MS var eitthvað, það var hápunktur. Það byggði allir eftir því. Ég man að, ég sagði við einn vin minn þegar ég var að sækja í MS. Þegar ég hafði séð þessa busavíðstöng til hann. Og ég bara sagði við hann, heyrðu, mér kvíði fyrir. Og hann sagði, nei, þú ert að hlakka til. Já, akkurat. Já, og það var rosalega gaman. Þetta var kvíða blandið tilhlökkun, getur maður sagt. Þessi busavíðsla í MS, hún var uppbyggð svona leikhúslega séð hrikalega flott. Já, mjög. Mikill metnaður. Já, við vorum sett inn í sal, öll ljósin slökkt og svo kveikt upp á sviði og svo komu fram böðlarnir svartklæddir með einhverja stafi og börðu þarna í búm í borðið. Og svo hækkuð það var svona einhver symfóníutónlist. Já. Ég man það vel. Sko, ef þetta ekki verið skólabyggingu, þá hefði ég verið skíthræddur sko. Já. En þú veist, þarna var spennan meira bara það hversu illa maður verið tekinn. Maður vissi alveg að þetta verið skólabyggingu, þá vissi maður ekki laminn sko. Já. En ef þetta hefði þetta verið einhvers annars þar, þá hefði maður bara, ok, ég ætla að bretta bermaldar, ég ætla að verja mig eins og ég get sko. Já. Svo er búið að banna þetta allt í dag. Já, svo er búið að banna þetta sko. Já, ég veit það. Þetta þótti farið yfir strikið. Já, kannski hefur þetta farið yfir strikið á einhverjum stöðum. Ég veit ekki. Ég held ef eitthvað svona, þetta var gömul hefð í MS. Já. Ef eitthvað svona fyrir við strikið, þá bara tókað aftur inn fyrir strikið. Ekki að banna það að breyta. Við erum svolítið þannig í dag með unga fólki okkar. Já. Ég var að horfa á daginn ég var að horfa á með dóttur minni yngstu dóttur minni, við vorum að horfa á þættina sem voru gerðið eftir Karate Kid myndunum. Cobra Kai. Geðveikir þættir. Já. Hrikalega skemmtilegir. Alveg geggjaðir, en þar bara punchline bara man up. Já. Man up. Og það svolítið það sem við þurfum að kenna krökkunum í dag, finnst mér. Og það gert með svona busavíxlir. Já. Strike first. Strike hard, no mercy. Já, það var hinni. Já, það var vondu kallarnir sko. Johnny, hvað heitir hann já, sem það er Daniel LaRusso og Johnny Lawrence. Já. Og svo er það þjálfarinn gamli, Mr. Kreese. Já. Hann var vestur sko. Já, einmitt. Og það var bara no mercy. Það var alveg svoleiðis. En Johnny Lawrence, hann segir man up. Já, bara, þú ert laminn niður, start upp. Já. Það er bara svolítið, við þurfum, þetta er, þú veist, eins og var þetta busunna. Já. Það urðu allir svona pínu óttastegnir. Og einhverjir fóru illa honni fiskikarskörunum þú veist, og slórinu og öllu. Já. En ég meina, það var engin sem slasaðist, engin sem getur bara ekki verið. Ég man ekki eftir því, sko. Það hafa ekki verið höfðu dómsmál. Nei, engin bótamál verið sótt. Nei, ég man þegar ég var í Laugalæk, þegar ég byrjaði kemur 82, þá Þráinn Guðmundsson, hann var skólastjóri. Og ég man þegar við erum komnir upp í þá 10. bekk sem var 9. bekkur þá segir hann við okkur, já, svo þurfum við aðeins að lækka rostan í þessum strákum sem að koma ofan á Laugarnesskólanum. Hann gaf okkur svona leyfi til að aðeins að svona sína valdið. Þannig að þetta
Þetta horfinn heimur. Þetta horfinn heimur, sko. Já, eins og kalda stríð. Eins og kalda stríð. Já. Og allt einhvern veginn orðið svona krúsidúlulegt, sko. Ég veit það. en fyrst erum að tala hérna menntagöngu. Ég sá daginn að þú skrifaði mjög fallegan texta á Facebook og þá varstu að þakka þínum læriföður úr Háskólanum í Reykjavík. Já, deildarforseta lagadeildarinnar í Háskólanum í Reykjavík. Þegar við skulum bara draga það fram að þú ert hérna lögfræðimenntaður en þú ert ekki með stúdentspróf. Nei, ég ekki með stúdentspróf. Það svolítið óvenjuleg blanda. Já, það er það sko. Ég tók hérna fyrsta ár í MS og ég lenti bara einhvern veginn á þessum tíma. Þú varst náttúrulega, þú kláraði stúdentinn, þú varst í MS og þú veist, einhvern veginn bara fór ég út af brautinni. Já. Þú veist, og fór að læra múrverk og svo smíði og svona, en kláraði það ekki heldur, sko. Og draumurinn var alltaf lögfræði, alveg frá ég 10 ára. Já, okay. Þá var ég fyrir smá atviki sem það sem að ég komst í hann krappan. Já. En það var lögmaður sem kom bara upp og stilti sér upp við hliðina á mér og eiginlega bjargaði mér út úr þessum aðstæðum. Pabbi þessara stráka, Ása og Snorra og Jóa, sko. Á Akureyri? Á Akureyri. Fyrst þú ert að tala um þetta atvik, viltu útskýra fyrir okkur aðeins nánar? Þetta moment? Já, hvað gerðist? Ég ætla bara svona í grófum dráttum. Ég vil alls ekki nefna, þú veist, að það er, þú veist, ég er alveg búið með þetta, sko. Já. En þetta var eiginlega þannig að það er sem sagt að koma þarna menn sem í ákveðnum tilgangi þeir bara yfirbuga mig og fara með mig á stað sem ég lokaður inni bara í pingulítil kompu heilan dag, bara frá fyrir svona 10:30 á laugardagsmorgni og fram að bara kvöldmat, sko. Og það vissi enginn af þessu. Það bara, þú veist, og svo er bara verið að leita mér og svona og þetta var það þannig að ég hafði verið eitthvað að pönkast í einhverjum af strákunum þeirra og þeir allir bara kenna mér lexíu, sko. Já, já. Og ég var inn í einhverju svona kompu sem kannski helmingurinn af þessu skúr hérna. Já. Og ein ljósapera og ég fekk ekki að fara á klóstið og bara var að inni. Þetta var bara borgarleg handtaka og haldi og bara haldi þarna í heilan dag. Þetta er svolítið gróf aðgerð. Já, þetta var moment sem að shapeiði mig rosalega. Já. Og mótaði mig svakalega. Já. Og þarna eftir þetta fór ég bara í uppreið, sko. Já. Og þetta kemst upp, sko. Já. Og þessi, sem sagt, pabbi þessar stráka, hann var lögmaður á Akureyri. Og hann kemur bara þarna og ég heyri bara röddinn í honum þegar hann nálgast þetta hús, það sem ég þennan skúr. Já. Og ég heyri bara röddina, sko. Og hann er bara hótandi málsóknum og hótandi hinn og þessu og svo er hurðin opnuð og hann bara tekur mig í fangið og ég hugsaði bara, ég ætla að vera alveg svo hann. Já. Þú veist. Og ég bara, þá var lögfræðin alltaf bara svona draumur, sko. Já. Alveg frá þetta ég var 10 ára þegar þetta var. Mögnuð saga. Já, svolítið, ekki? Jú, þú veist, ég var alveg svona tengjaleg við þetta, ég á samskonar minningar frá minni æsku. Hafa komið eitthvað foreldri með bara farið langt fram á sér, sko, og kennara líka. Já, einmitt. Og þetta skilur eftir sár og maður kannski verður, í uppreisnar anda. Maður ætlar ekki að, þú veist, sumir bókna. Og svo er aðrir sem bara standa upp og segja, heyrðu, ég læt ekki yfir mig vaða. Já, og læt ekki eiginlega fyrir mig, sko. Já, einmitt. Þetta er, og eins og ég segi, svo ertu bara með, ég segi, veist, fyrir mig, ég var svona gæi sem bara stóð við hárinu á einhverju sem alltaf tuttast í mér og en það er ekkert öllum það gefið. Nei. Það láta banka sér í andlitið og berja sig og segja bara svo í í Cobra Kai bara no mercy. Bara man up. Nei. Það getur verið meira en að segja þegar maður er lítið barn. Já, það getur verið það. En þú veist, ég var alveg þannig, ég stóð alveg
upp gagnvart þeim, en ég man alltaf mómentið þetta. Það er hræðilegt. Já, þú veist, ég man alltaf mómentið þegar ég gafst upp. Já. Og ég hugsaði, þeir geta gert það sem ég vilja við mig hérna. Já. Og það var bara algjör fullkomin uppgjöf. Þetta er alltaf bara ofurefli etja. Já, þetta voru 4 fullorðnir karlmenn. Já. Héldum mér þarna heila dag, sko. Og bara, ég gat ekkert gert, sko. Já. Þannig að þegar að þessi lögmaður kemur svo, pabbi, hann kemur náttúrulega ekki sem lögmaður, hann kemur sem pabbi vina minna, sko. Já. Þá bara upplifði ég svo rosalega sterkt að ég varð að gera eins, sko. Já. Ég varð einhvern tímann að verða eins. Einmitt. Þú veist. Já. Þannig já, ég var ekki með stúdspróf þegar ég fór í lögfræði. Já. Og þetta er sagan sem eiginlega ýtir mér sem sagt í það að vilja vera lögmaður, lögfræðingur. Já. Standa sem sagt, hérna, já, gegn ranglæti. Já, það var eiginlega svolítið svoleiðis. Rísa gegn ranglæti. Já, það var eiginlega svolítið svoleiðis sem að sú tilfinnist dreif mig áfram. Já. En svo var ég náttúrulega, sko, svo var ég búinn að gefa það upp á bátinn, hennar draum, sko. Já. En hérna, sem sagt, svo kynnist ég konunni minni þegar upp úr einhvern tíma svo 2001 og þegar hún var ólétt af okkar fyrsta barni að þá sagði hún bara, ja Gísli, nú hættir þú þessu sem þú vart að gera, þú ert ekkert hamingjusamur í þessu, ég var í svona alls konar, ég var í sölustörfum og ég var eitthvað aðeins að smíða og múra og eitthvað svona, sko. Já. Og hún sagði bara, þú hættir þessu og ferð í lögfræði. Og ég horfði á hana og hugsaði bara, þú veist, hún var kasólétt og hún kom með meðgöngueitrun, sko. Já. Og ég hugsaði, það er svona sem meðgöngueitrun er. Bara fólk verður svona, þú veist, illusional. Þú veist, ég var búið með 16 einingar á þetta fyrir stúdspróf, sko. Já. Og þá voru þær held ég 130 einingarna sem maður þurfti til að vera stúdent. Já. En hún var búin að finna leiðina og í sem sagt þá fjarnámi og ég fer þá leið og það tók mig 2 ár. Þá var ég komið nóg mikið einingu til að vera metin inn í lagadeildina, sko. Já, já. Og þú sækir þá bara væntanlega Ég sækja bara á þeirri forsendu að þú sést ekki með stúdentspróf? Já, teka fram bara. Já. Og svo fæ ég bara allt í einu símtal frá Þórði S. Gunnarsinni sem þá var deildarforseti lagadeildarinnar. Sem var þessi maður sem þú varst að skrifa svo fallega á Facebook daginn. Já. Og hann bauð mér í viðtal og bara þetta var viðtal til að meta mig, sko. Og hann sagði mér það bara. Og hérna, svo nokkrum vikum eftir það, þá fæ ég bara að byrja mig í þessi komin inn í lagadeildina. Og þá var bara ekkert aftur snúið, sko. Já. Og við tókum þessi 5 ár í lagadeildinni sem eru bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara mikið, þetta er risa háskólanám, þetta er sko lestur upp á örugglega hátt í 5.000 blaðsíður og önn. Já, þetta er rosalega, þetta er kannski engin skemmtilegstur, svona til að byrja með allavega. Nei, en maður þarf að vera, sko, held ég, til þess að, sko, ég hef alltaf svolítið gaman að þessu, sko. Ég hef gaman að lestri svona lögfræðiefnis og ég hef alltaf haft það. Þú veist, fyrir áðurinn fór lögfræði var ég alltaf lesandi hitt og þetta úr heimi lögfræðina, sko. Ég tengi aðeins við þetta líka, ég bara einhvern tíma fyrir örugglega svona 20 árum síðan, þá fannst mér ég bara þurfa aðeins að bæta þekkingu mína á sviði lögfræði. Já. Og ekki það, þú veist, ég er kennaramenntaður. Þannig ég tók ég sem sagt fekk bókakassa frá frænda mínu sem er dáið og þannig var bók Lög og réttur eftir Ólaf Jóhannesson sem formaði Framsóknarflokksins og gott ef hann ekki forsætisráðherra líka eða gott ef hann dómsmálaráðherra, ég man það ekki. Já, bara bæði held ég. Já, Óli Jó. Og ég tók þessa bók og las hana bara spjaldan á milli og það þetta er svolítið torf að lesa þegar þú ert ekki með svona hvað segir maður, bakgrunn í lögum en gríðarlega hagnýtt og gott að lesa lögfræðitexta. Ég mæli með að bara allir ættu að taka sér lögbók í hönd á einhverju tímapunkti og bara mylja sig í gegnum hana. Já.
Það minna mál heldur maður, þetta virðist þegar þannig kannski fyrst, en þú voru tekið eftir því svo léttist lesturinn. Já. Maður verður einhverstaðar heili fyrir bara að vera vanur þessum hugtakasamböndum og þú veist þessu skýringum og með ákveðnu lestri þá verður til það sem að allt laganám reynir að framkalla og það kallar júridískur þankagangur. Það geta hugsað svolítið júridískt sko. Lögfræði er svona sko, ekki lögfræðilega eins og lögfræðingur, heldur bara, þú veist, í lögfræði til dæmis ákveð hugtak sem heitir bonus pater familias. Þú verður að útskýra það. Já, það er hinn góði og gegni heimilisfaðir. Já. Hvernig bregst hinn góði og gegni heimilisfaðir við? Og nú voru fullt af fólki sem segir, býtu, hvers konar feðraveldi þetta tala bara heimilisföður. En auðvitað gildir þetta alla, þetta gildir menn og konur og kvár og hvað sem, bara alla. Og kvár og hán. Þetta bara hinn góði og gegni heimilisfaðir. Heimilisfaðir. Þetta hugtaki heitir þetta. Þetta bara svo, faðir vor, Guð getur verið kona líka. Já. Og þetta fyrirbæri tekur bara skynsamar ákvarðanir. Þetta svona, þú veist, þetta komið svolítið frá, sko, visku Salómons, sem hafa verið svona vitrastur allra konunga og felldi alltaf réttlæta, sanngjarna dóma, ekki endilega réttlæta. Já. Og þannig getur fólk tileinkað sér betur, sko. Þú sér þetta í samfélagsumræðunni í dag. Hvernig, sko, þú ert með einhverja 2 hópa, til dæmis bara þeir sem vilja gangi í Evrópusambandið og þeir sem vilja ekki gangi í Evrópusambandið. Þeir setja hvort annan alltaf alveg svona út af ystu myrkur. Já. Þú veist, þeir sem vilja gangi í Evrópusambandið segja að þeir sem vilja ekki vilji bara stöðnun og aftur þennan fornalda búskapahátt eins og við vorum með. Aftur í torfkofana, þekkt setning. Já. Hinir svara og segja sko að hinir vilji bara draga okkur inn í einhverja tálsýn og eitthvað. Já. En sko hinn góðu gegn heimilisfaðir, hann myndi segja sko skoðum bara báðu megin. Leggjumst yfir þetta og skoðum hvað báðum megin, raunverulega pros and cons, cons, skilur við. Þannig sko ég fekk einmitt þessa bók líka, tengdapabbi gaf mér þessa sömu bók. Heitir hún ekki bara Lög og réttur? Lög og réttur, þetta bara. Já. Og hann gaf mér hana svona sem bara gjöf við að komast inn í lagadeiluna. Ég ennþá með hana sko, og ég flett alveg stundum ennþá upp í henni. Já. Og við erum með í lagakerfinu okkar alveg eldgamla reglur, bara frá Rómarétti og jafnvel eldri sko, sem í öllum vestrænu rétti bara í dag. Það alltaf verið að tala að sé verið að innleiða einhverja Evrópulöggjöf. Hvernig lögfræðin mikið að breytast? Það sem auðvitað svolítið sérstakt, alltaf, og þetta ekki nógu mikið, þetta ekki nógu mikið klerað í samfélaginu. Já. Það það, þegar við göngum í ES á þeim tíma, þú veist, upp úr, það fyrir að eiga sér stað svona bylting fyrir því, upp úr svona 89-90. Já. Og við göngum gerust aðeinslega að EFTA. Og þá gerist þetta í rauninni án þess að sé stjórnskipuleg heimild fyrir því. Við bara allt í einu komin að inn. Þegar Jón Baldvin, það 94 eða? Já, frá endanum, það sem sagt löggilt 94. Að við erum þá gengin inn í, gerum EES samning. Já. Og lögin eru frá 94 sem EES samningin sko. Já. Og hann lögfestur af Alþingi, en menn greindi á það hvort og greinir á það enn, jafnvel, og þetta óleyst lögfræðileg spurning, það bara ekki búið að svara henni. Þó að sitthvor hópur sé búinn að svara henni. Já. Hvort að það hafi verið heimild fyrir því, hvort að Alþingi hafi hreinlega haft þessa heimild til að setja þessi lög og skuldbinda okkur við Evrópuréttin með þessum hætti. En við erum þarna og við lifum eftir þessu og þetta sko algjörlega öllu leyti orðið til heilla fyrir Ísland að ganga þessa leið. Veist, og í rauninni var ekki sagt að við fengjum allt fyrir ekkert ef við förum með því að gangast við þessu samningi. Jú, sko, þá fáum við tollafrelsi sem við viljum, sko, í Evrópu. Já.
en höldum fiskveiðilögsögunni og öllu sko. Þannig að svo ég ætla svo sem ég meina sko Hlynur, ég er 55, þú ert 56 eða 57 núna í sumar. 57, já. Þú veist, það er ekkert langt þannig svona okkar tími fyrir bara svona, veist, þetta er 10 ár, þá erum við á þeir sko 60 og eitthvað. Þá fyrir við að renna út á dag. Já. Þannig ég vil svolítið að yngri kynslóðina komi meira að inn og með einhverjum svona eiginleika til að geta hlusta á hver aðra, þessi tveir hópar. Ekki bara í þessari þöggunar mennsku og þessu slaufunar menningum sem að ríkja á samfélagsmiðlunum. Þú veist að þú hefur einhverja skoðun sem er á móti einhver annari skoðun og þá ertu bara að slaufa þér. Þú veist, þetta er bara ekki rétt að gera þetta sko. Nei, einmitt. Og í rauninni erum við komin á einhvern stað, sko mannréttindabarátta hófst í heiminum fyrir sko 250-300 árum og að þessu leyti erum við bara komin aftur á sama stað. Þú veist, þú mátt ekki hafa skoðun, það var bara áður var fólk sem hafði einhverja skoðun, það var bara sett í gapastokkin. Og þeir voru bara hittir út á götu. Þetta er rauninni ekkert ósvipað. Þú veist, það er fólk upplifir tilfinningarlega séð. Er þetta bara, fólk segir bara, ég er ekki heyrður, ég er ekki séður. Það er bara einhver maður sem kemur inn á allt sem ég segi og skýtur hann niður og ég fæ bara ekki einhvern veginn plattform. Eða þú veit, það er þetta ekki að reporta þig eða tilkynna þig á Facebook eða Instagram og þú kannski bara það sem þú póstar kannski bara hverfur eða birtist ekki einhvers staðar eða fer einhvers staðar undir í einhverjum algoritma sem einhver stjórnar einhvers staðar. Sko ég las ósýnilegt vald. Já, ég las einhvers staðar að í Evrópu eru sem sagt 40.000 ummælum eitt á dag. Það er bara einhver svona, ég veit ekki hvort það er einhver stofnun eða hvort það sé bara einhver algoritmi sem að lesa það sem við segjum og segir bara nei, delete. Þú veist, og þetta er svo hættulegt. Þetta er svo stór hættulegt. Ég meina, nasistarnir héldu sko bókabrennur. Þú veist, á nákvæmlega sömu forsendum. Þú veist. Nú er þetta bara brent upp af einhverjum algoritma. Fuðrar upp aukstari á alnetinu og við vitum aldrei að því. Bara einhverjum hörðum diski. Þetta er svolítið svipað. Já, ekkert sko sjónamiðin eru svipað á baki. Og aðferðin og aðferðafræðin sjónur sko. En ég einmitt tengi sko við þessa hugsun að við skulum fá unga fólkið sem kemur til með erfa landi til að hafa skoðun á þessu líka. Og ég segi alltaf bara minni barslegu einlægni, maður veit hvað maður hefur, maður veit ekki hvað maður fær og þegar maður fer að gangast inn í eitthvað sambandsríki og við náttúrulega erum örþjóð. Við erum sko, ég held í okkar vægi, hvort það sé einhverjir 700 þingmenn í Evrópu, á evrópska þinginu. Okkar vægi væri eins og á við hálfan þingmann hér á Íslandi, það sem eru 63 þingmenn. Að okkar vægi væri hálfur þingmaður. Þannig að það myndi ekkert vera hlustað á okkur. Nei, ekki nema við myndum finna einhverju leitið, sko. Þú veist, það og ekkert. Ég veit ekki, ég er svo sem, ég held raunverulega sko, ég held að sko bjúrókratismin innan Evrópusambandsins, hann er náttúrulega gigantískur. Rosaleg skriffin sko. Alveg svakalega. Maður sér það bara núna í dag, það sem er verið að innleiða allar þessar reglugerðir, að það er orðið þungt að gera rosalega marga hluti sem kannski áður voru einfaldir. Já, og þetta er orðið það mikið að Alþingi tók bara ákvörðun að fyrir 2 árum síðan að nú fer bara allt óritskoðað í gegn. Það fer bara allt frá Evrópusambandinu, það kemur bara á og stimplað og tekur bara gildi hér. Það fær enga þinglega meðferð. Þannig að þessi 63 aðalar sem eru á Austurvelli, þeir skoða ekki þessa löggjöf lengur sem kemur frá Evrópusambandinu. Já, þetta verður maður heyrt. Þetta er að hættulegasta sko. Og þá segir maður, ok, er það ekki bara alveg eins gott að ganga alla leið? Er það ekki bara aðeins öruggara að ganga alla leið? Að minnstakosti í Evrópu fá þessi frumvörp þá þinglega meðferð þar. Veist. En til hvers að það vera þá
að kjósa hingað inn 63 þingmenn ef Alþingi á að vera sem sagt löggjafavald. Og þá finnst manni skjóta skökku við að það sé verið að kjósa inn þingmenn sem að þurfa raunin ekkert að vinna eða koma fram með lagafrumvörp og vinna þau og hugsa þau til enda. Nei, akkurat. Já, þeir koma þá með eitthvað sem að þú veist, eins og þú sér nú bara tíminn sem fór í bifreiðagjöldin, sko. Já. Tíminn sem fór í veiðigjöldin. Já. Þú veist, þetta er auðvitað geta verið stórmál fyrir þjóðina, en það er bara svo margt annað sem að skiptir líka máli fyrir þjóðina. Já, en eins og núna, sko, eitthvað bara mjög heitt mál daginn, sko, var gæludýrafrumvarp. Já, akkurat. Já, hvort það ætti að vera hundar í fjölbýli eða kettir eða hamstrar. Já, akkurat. Þetta var svona... Við erum náttúrulega orðið geggja samfélag, sko. Já, þetta var aðalmáli bara á, þú veist, í einhverju þingafgreiðslu bara fyrir nokkru vikum síðan. Já. Þannig að hvort það ætti að vera, hvort maður ætti vera með fiska eða eitthvað í einhverstaðar gæludýrafrumvarp, var þetta kallað. Já. Það var ekki, meðan fólk að deyja einhverstaðar út í heimi, þá erum við að tala það hvort það eigi að vera gæludýr. En ég, bara svona mín sýn á þessi mál, að ég svo mikill friðarsinni. Ég náttúrulega, hvað fættur á þessu 69 bat, ég veist það blómabat sem var alveg upp við John Lennon og svona. Ég segi bara friðarhugtaki virðist einhvern veginn hafa lent undir núna og það er stríð í Evrópu og það er nú alltaf maður heyrt svona í bakgrunni þó að Evrópusinnar vilji hafna því að þegar komu upp einhvern tímann evrópskur her. Og mér finnst nú bara að vera að kynda undir það núna. Það er verið að því. Já, og ég ætla ekki að samþykkja það. Nei. Að það verði hægt að gera herkvæðningu gegnum Ísland, bara þetta hefur verið í einhverju Evrópusambandi. Að þeir að fara að senda einhverja íslenska krakka til einhverjar vígstöðvar einhvers staðar í heiminum. Það er bara nóg til að ég segi, nei, ég tek ekki þátt í því. Ég á börn á Íslandi og ekkert of mörg og ég ætla bara ekki að samþykkja nokkurn skapaðan hlut sem að getur sem sagt ógnað lífi minna barna og framtíðar Íslendinga. Það við það. Akkurat. Ég tek undir það. Algjörlega. Ég ræddi þetta mikið við, sko, þegar þessi Evrópusambands umræða var til dæmis mjög fyrirferðarmikil eftir 2005, 6, 7 eitthvað svona. Og dó síðan í hruninu, sko. Þá var einhver, ég man nú ekki hvað hann heitir, sko, það var þýskur þingmaður sem þá var að leggja fram drög að einhverju frumvarpi stofnun sameiginlegs evrópsks hers. Og menn skutu þetta alveg í kaf, sko. Þú veist, Evrópusambandssinnar, þeir skutu þetta alveg í kaf, en sögðu allir þá, ef þetta yrði að veruleika, þá myndu þeir ekki vilja gangi í Evrópusambandið. Svo er þessi umræðu uppi núna, en stuðningurum við ESB mælist hærri heldur en að gera þá, sko. Þannig að fólk er ekki mikið að hugsa þetta, sko. Nei. Fólk segir bara, förum og kíkjum í pakkan, þú veist, pakkin er á það. Hann heitir bara Evrópusambandið, bara skoða hvað hann er. Hann er bara þar og það eru margir búin að segja, það séu enga varanlegar undanþágur. Samt vilja stjórnvöld fara og skoða varanlega undanþágur sem að eiga síðan ekki verið til. Þannig að það er svona verið að afvegalega fólk, finnst mér. Svo finnst mér bara, sko, ég er nú langt genginn á 60-aldur og við vorum að tala um það áðan að heimurinn hefði breyst rosalega hratt. Þú varst 12 ára og það var allt í lagi að fara á Melarokk og svo kom kaldastist frá árin og þá var bara annarkvort varstu kommunisti eða kapitalisti, þú var enginn að tala um það, nú ertu bara annarkvort, þú veist, með að móti einhverju kynleiðréttingaferli eða ertu með að móti Trump, það er ekki dýbra, en þú veist bara, það geta bara blásið allt í einu, bara alltaf er vindar og þá þarf að taka einhverja lögfræðilegar ákvarðanir og þá bara geta hlutinni breyst aðeins hratt og þá eru við bara í einhverju sambandi og við getum þá ekki, við erum þá skuldbundin því að elta það. Sjáðu bara, við horfðum á þetta gerast fyrir nokkrum árum í COVID-inu. Allt í einu spruttu upp landamæri upp á nýtt sem höfðu ekki verið virkjuð, þau voru virkjuð öll upp á nýtt. Í fyrsta skipti frá 1950. Þú veist það bara, fólk mátti ekki fara yfir landamæri
og fólk varð að láta bólusetja sig. Já. Og þú máttir ekki tala gegn bólusetningu. Þú veist, þarna förum við að sjá rosalega svona þétt, og nú ég ekki að tala sko einhverja mína eða þína skoðun á því á bólusetningu, það bara með allir hafa þá skoðun á því sem þeir vilja. Já. En þarna sá maður hvað hver styrkur Evrópusambandsins þeir geta virkað þetta allt aftur, og nú ég ekki að tala um jákvæðan styrk. Ég að tala um styrk sem getur einmitt sagt, heyrðu, þú bara ef þú lætur ekki bólusetja þig, þá farið sekt frá ríkinu. Já. Missir vinnuna. Missir vinnu, já, og fólk var bara þakkað og kansilera síðan til götu og allt svona. Og það var bara náttúrulega sett útgöngubann hérna. Það var komið útgöngubann. Það bara tóku sig upp allt í einu sömu aðferðir og sömu merkingar eins og voru í tíð nasismans í seinni heimsstyrjöldinni. Þú veist, það bara lágið af fólk sem var ekki bólusett er bara mert. Einhvern veginn eins og gyðingarnir, sko. Ég lét ekki bólusetja mig. Nei. Og ég þorði ekki að auglýsa þannig rosalega mikið. Nei. En ég fekk alveg, fólk bara, fólk sem ég sagði við, mínir nánustu, þeim fannst ég náttúrulega bara út á þekju. Já, já. Að elta ekki hjörðina í bólusetningu. Mér finnst gott að greina hluti út frá mínu bara eigin brjóstviti og líka mínu hyggjuviti. Og ég skoðaði þetta. Og ég bara leit á sem svo, ég var ekki af elli heimili, ég var ekki með undirliggjandi sjúkdóma og bara nokkuð heilsuraustur. Og dánatíðnin var mjög lág. Þannig að ég, gagnvart því að þessi lyf voru ekki rannsökuð og ekki full könnuð, þá fannst mér bara skynsamlegast að láta kjurt liggja. Já. Og auðvitað finnst mér að svona hefði átt að leggja þetta upp fyrir fjöldan í staðins að segja bara, heyrðu, allir skulu fara og í höllina, einhvern Kallakór og Geir og Ólafs, syngja fyrir ykkur og peppið upp, og svo er bara sagt, þessi lyf hafa engar aukaverkanir, þetta er bara góða virkni og ef við gerum þetta þá verður komið hjarðónæmi eftir bara nokkra vikur. Og rættist það aldrei? Nei, og svo hefur bara komið í ljós að þessi lyf hafa bara fullt af aukaverkunum. Það er til dæmis bara hjartavöðvabólga, tíðir hjá konum, brengluðust, og svo eru aðrir sem vilja meina þeir hafi fengið blóðtappa. Það var á þessu tíma var mikið af fólki að detta niður, ungir íþróttamenn. Og missa getuna bara, þú veist. Já, en það var klárlega verkun. Og ég man einhvern tíma bara fyrir COVID, þá var ég að ræða lyf við lækni og hann sagði, já, öll lyf hafa verkanir, en þau hafa líka aukaverkanir. Ef þau myndi ekki hafa verkun, þá myndi þau ekki hafa aukaverkun. Þannig allt sem virkar, þú veist, út með einhvern spotta sem bara tóð sér eina átt, þá styttist hann í hinn áttina. Þannig að skrítið að hefðu þetta komið að lyf sem að hefðu bara, þú veist, enga aukaverkanir. Sem er ekki neitt, bara jákvæmt. Já, en svo skilst mér að það er voða lítið talað þessi lyf í dag. Já, það er ekki nefnt. Nei. Og ég meina, COVID er bara gleymt. COVID á að gleymast, það bara pakkaði niður. Ég held að, moderna bóluefni, það var bara hægt að nota það. Og AstraZeneca sem var, það voru þarna 4. Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson. Það er ekkert, þetta er ekkert á, í lyfjabókinni held ég í dag. Nei, akkurat. Þetta er bara að horfa á markanum. Já, sem segir okkur það að þessi lyf hafi ekki þá verkun sem átt að hafa. Nei. Það voru ekki höfralyf sem átt að vera. Nei. Það er því að Magnil er ennþá til og Parkodín og því að þeir eru búin að sannreyna sig. Ég lét bólusetja mig. Já. En þú veist, ég gerði það alveg bara með svona, ég tók ákvörðun það að treysta öðrum fyrir eitthvað heldur sjálfum mér, því ég bara þekkti þetta ekki nóg, sko. Já. Þú veist, og en í dag hugsa ég, sko, ég eiginlega sé eftir í stundum í dag, sko. Já. Ég hefði frekar bara viljað segja, nei, ég ætla bara að verða veikur og sitja að mér, sko. Já. Þú veist. Ég
svo líka, sko ég aldrei manninn í Bandaríkjunum. Já. Þegar ég var bara hérna í nokkur ár, þegar ég var bara, já, frá 20-aldri. Og það var, ég lærði eitt þar, að þú bara átt ekki að treysta stjórnvöldum. Nei. Og þú átt að tortryggja stjórnvöld. Akkurat. Og hérna, það bara orðatiltæki. Sérstaklega meðal hérna, sem sagt indjána, native americans, hvað segir maður, hvað það á íslensku? Frumbyggjar? Bara frumbyggja Ameríku. Já. Bara don't trust the government. Já. Don't trust the government. Sko, það þarna sem að, sko, talandi lögfræði. Já. Að þá sko háskólasamfélagið. Það á að vera gagnrýnið. Já. Það á að vera rebelíst. Það á að vera þannig að það sé róttækt og það sé, herri, bítu, það verður að hækka skatta, bítu, bara eigum við bara að láta það yfir okkur ganga. En háskólasamfélag í Íslandi löngu hægt að virka þannig. Það virkaði þannig, þú veist, þú sást myndir af svona háskólanum þess tíma eins og, ég man eftir að sé Össur Skarphéðinsson í þessu samhengi. Þú veist, fóru niður í eitthvað ráðuneyti og bara í setuverkfall og settust bara gangana þar. Þetta gerist ekkert lengur í dag. Nei. Það bara, þú veist, þarna vantar alltaf þessa gagnrýnu hugsun á stjórnvöld og samfélagið og sko svolítið að fólk líka leið horfi inn á við og segi sko, ok, ég hérna með einhverju skoðun á því, einhverju skattahækkun eða gjaldahækkun eða hvað sem og bara hver mín afstaða til þess? Þetta rétt? Já. Þú veist, eða þetta rangt? Á ekki þá, ef þetta er rangt, á þetta ekki að gera eitthvað í því, ekki rétt að gera eitthvað í einhverju sem er rangt. Þú veist, það vantar þetta í dag. Það vantar þessa gagnrýnu hugsun. Og mér finnst það að innlega hana miklu fyrr í skólasamfélaginu. Já. Ég held að það myndi líka taka athyglina af samkeppnisaðilum skólasamfélagsins sem eru þá, sko, þú veist, brautirnar þar sem að ungbörn fara, sko, að villast af braut, fara í neyslu, fara í alls konar lífverðni. Ef það má vera með gagnrýna hugsun í skólanum og ef það bara beinlínis þjálfað upp í þeim, þá held ég að margir myndu fá útrás fyrir það sem þeir að bögglast með raunverulega. Þetta tengi ég við. Mér fannst hérna, sko ég var upp á kant við margt í skóla og maður setti spurningamerki við. Mér finnst að allir mér varst mjög gaman að vera í kristinfræði. Ég var gætt staðið upp í hárunum kennarum og sagði, nei, þú veist, það ekki til Guð. En ég er mjög trúaður maður samt. Og hérna, og eins og bara það megi ekki gagnrýna ákvarðanir stjórnvalda og þessar sóttvarna teymi sem að setja að kalla þríeykið. Það er bara rosalegt, það meir ekki gagnrýnda og þú bara úthrópaður eða þú gerir það. Og öll á þingi í dag? Já, þetta á þingi í dag og eins og bara, þú veist, það er að koma inn á alls konar hugmyndafræði, þú veist, til hægri og vinstri, auðvitað á gagnrýnda allt saman. Og stjórnvöld eiga bara að taka því. Já. Og þau að leyfa, þau að þola þessa gagnrýnu hugsun, sko. Við sáum þetta gerast þetta hrunið. Já. Þá var nú heldur betur gagnrýnu hugsun. Fólk fór bara flyktis í stórum hópunum á Austurvöll. Kveiktu það í bekkjum, ég er ekki að mæla með að fólk gerir það. Nei. En ég er að segja, sko, þú veist, við eigum að beita gagnrýnu hugsun. Já. Við eigum að draga fram, þú veist, og talandi trúna, sko, að það náttúrulega kemur sterkt úr biblíunni, sko, efinn styrki trúna. Já. Þú veist. Og mér hefur oft, sko, hugsað söguna af Sál frá Tarsus sem var síðan sko Páll postuli. Já. Hann var mikill hermaður gyðinga og var alveg á hann ofsótti fylgjendur Jesú. Já. Og svo varð hann fyrir vitrun á leið sinni til Damaskus og eftir það varð hann sem sagt Páll postuli. Já. Og þá sem sagt gerist þessi umpólun. Nú ég er ekki setið upp í biblíulegt samhengi, ég er bara að tala um það að við erum öll svolítið báðir þessir aðilar, þú veist, við erum stríðsmenn í okkur og við erum síðan miskunn sem í okkur. Já. Þú veist, mannskepn hefur það umfram öll önnur dýr að geta verið sko kærleiksfull,
geta verið með kærleik og ást og umhyggju gagnvart öðrum en afkvæmum sínum, skilur við. Og þá ég að tala sko, þú veist, auðvitað gerist það í hverri hjörð að það myndast tengsl milli dýra í hjörðum. En við höfum þetta, við getum farið með þessar tilfinningar út fyrir hjarðirnar. Við getum verið, sko, við heyrum af stríði í Gaza og við finnum til með fólkinu þar. Skilur, við heyrum af Úkraínu og við stöndum með þeim. Fattarðu? Og óháð afstöðunni pólitískri afstöðu til einhver stríðs. Og þú veist, þetta verður til, við virkjum þessar tilfinningar mest þegar við efumst eitthvað. Þegar við efumst til dæmis alveg sama hvorum aðalann þú heldur með í Úkraínustríðinu, ef svo má segja. Þú efast afstöðuna að þá finnur meira til með fólkinu. Þú efast afstöðuna gagnvart sko þeim sem þú heldur með í Ísrael eða Palestínu, alveg óháð því, þá finnur til með fólkinu. Þú veist. Og þetta er þetta milli steins og sleggju. Fólkið alltaf þetta milli steins og sleggju. Þú veist. Það að sorglega við þetta. Já, það að sorglega við þetta, þú veist, og það í aðstæðan sem getur ekki bjargað sig úr og við finnum til með þeim. Þetta hefur mannskjörnum umfram allara. Þetta eigum við að virkja miklu meira líka innan samfélagsins. Þú veist, að hugsa með okkur einhver í vanda. Þú veist, við sjáum fréttir af einhverjum í vanda. Hvað gerum við? Það rosalega margir sem henda sér á samfélagsmiðlana með svona umræðu og annarkvort tætið í sig eða hefjið upp í skýjana einhvern veginn en sko fara ekki beint í þennan gír að ætla sér að aðstoða, hjálpa eða láta þetta einhvern veginn gott að sér leiða. Skilur við? Við erum það komið með alveg óvægin dómstól götunnar. Mjög óvægin. Já, og ég held að það séu ansi margir hérna úti sem eiga rétt á hvað sem lögfræðilega kallað uppreist æru. Alveg, margir. Og ég það leitaði til mig maður í vikunni sko sem að ég akkurat að hefja svoleiðis ferli sko, maður sem hann var bara kanselara hérna fyrir næstu 10 ára síðan. Já. Og hefur ekki getað, hann fótað sig hvergi. Nei, þetta er rosalegt. Já, og hann var ekki einu sinni ákærður, hann var ekki kærður, ekki ákærður, ekki dæmdur, nema dómstóli götunnar. Já. Og það er stór hættulegt fólk. Ég sko bara á þess að vera, þú veist, lögfræðilega menntaður, þá segi ég bara, þú veist, réttlát með sem sagt málsmeðferð verður að vera viðhöfð. Já. Bara alltaf. Alltaf. Annars erum við ekki síðar samfélag. Nei, akkúrat. Það er nákvæmlega þannig. Og viljum við vera það, viljum við vera síðar samfélag eða viljum við skera þessa mannréttarlínu einhvers staðar burt og segja bara ég ætla að halda með þér en ég ætla ekki að halda með þér. Þú mátt koma inn í partíið eða þú mátt ekki koma inn í partíið. Skilur þú? Ég sé alltaf sko, lífið er ekki bara Liverpool Man U eða svart og hvít. Það er alltaf einhver millileið eða millivegur og það þarf að skoða hann líka. Við erum komin í klukktíma, bráðum Gísli. Það er svoleiðis? Já, alltaf gaman að fara á flug og ræða málin. En hvað svona þannig að þú ert starfandi lögfræðingur í dag og ert með aðsetur ekki langt frá í Skeifu bara, stofu þar. Já, Skeifan er svona heitasti staður, svona miðbær. Ég segi Skeifan er miðbær Reykvíkinga. Já. Og sem sagt miðbærin í 101 er miðbær ferðamanna. Já, það er nú það. Já, en bara, þú veist, við erum með Hagkaup niður í Skeifu sem er opið 24 tíma sólarhring og það er bara stríður straumur af ungu fólki niður í Skeifu. Rosa menning í Skeifunni. Já, held ég á föstudögum á miðnætti þá fer nammibærinn á 50% afslátt og þá bara fer unga fólki niður í Skeifu. Áður fór það niður í bæ á Hallarisplani. Hallarisplani, við fórum þangað. Það var Hlemm eða eitthvað. Já, nú er það Skeifan. Það var sko Hlemmur, matstofan,
Tralli, Hallarinsplanið, Lækjatorg, þetta voru staðir. Sko. Svo kom hérna niður á Skúlagötu, það var hérna vilti villi og svo hérna Laugaveginum hérna, eða skábúti Hlemmi, það var skemmtistaðarinn, hérna það var upp og niður, Traffík, já. Svo hérna upp og niður einhvern tíðan, Matstofa var þar, maður skemmti matstofunni, spila svolítið. Jú, já, hvort í maðan. Já, ég einmitt að segja börnum sem ég kenni, sko, þið spilið tölvuleiki sem enda ekki. Og þið bara, hérna, fáðu það kannski bara gefins. Það var ekkert gefins þegar ég var unglingur. Maður þurfti að... Kostaði tíkall sem var mikill peningur þá. Já. Tíkall sko fyrir 100 kall, maður spila 10 spilaleiki. Já. Þú veist, það var bara svolítið mikill peningur í lífi, sko 12 og 13 ára að paya á þessi tíma, sko. Og já, og hérna, og svo bara, varst að þjálfa í Pac-Man, þessi 100 kall bara, hann var bara hvarf, þannig að þú þurftir að eyða töluvurinn fjármunum bara í að ná svona grunnhæfni í Pac-Man eða Donkey Kong. Og hérna, svo bara var leikurinn búinn, eða peningurinn búinn. Það þurftir bara að fara heim. Nú ertu í World of Warcraft eða Call of Duty eða eitthvað og þú getur bara að spila bara í eitt. Leikurinn hættir ekkert. Krakkarnir í dag fá sér bara, fara bara niður í Skeifu og kaupa sér nammi í poka og orkudrykki og svo fara ég bara að spila. Þannig að þau fá hjartsláttartruflanir. Ég veit alveg dæmi um það, sko. En hvað, hérna, nú febrúar senn á enda og sólin farin að hækka á lofti. Ertu eitthvað að plana helgina eða næstu helgar? Helgin bara svona nokkuð róleg, sko. Eða þannig. Svo gerist alltaf eitthvað. Það kemur alltaf eitthvað óvænt. En það ekkert svona eitthvað alveg sterkt plana, sko. Nei. En hérna, og ég bara laka til vera, sko mars er erfiðasti mánuðurinn veðurlega á Íslandi. Við bara... Það svona veðrabrigði, svona... Ég sko, það 80 veðurbreytingar í mars. Já. Þannig að sko, 80, það bara 3 á dag, sko. Einmitt. Þetta mánuður það sem bara snjóa, rignir og sól sama daginn, sko. Já, og öll blanda af því, slitta og áðan. Ég var hérna úti bara hérna að moka áður hún komst og hérna hann kom haglél og bara, þetta var bara, já, svo búið að snjóa hérna, ótrúlegt að það búið að vera hérna snjólaust bara frá október og febrúar senn á enda runnin, sko. Bara kom hérna gusa í október, desember, janúar, febrúar, svona gott sem snjó litli mánuður. Óvanlegt. Þannig ég bara hlakka til að svona, ég svo mikið, mér finnst vorið, mér finnst apríl, það svona uppáhaldsmánuður minn á árinu. Apríl og mæ þegar þú finnur, sko, þú veist, bara ilminn koma, vorilminn koma og sér, sko, knappana sprenga út á trjánum og svona. Og líka bara að hérna, að dagurinn hann bara lengri og bjart þegar maður vaknar alltaf og... Já, ég finnst það æðislegt. Ekki. Og svo hérna, já, mér finnst alltaf svolítið trega blandin tilfinning. Sko, júní, þegar það er sem sagt sumar sólstöður. Þegar þá mér hugsað, þessi stutti tími, þessi mæ og svo þessi stutti tími í júní og hugsað til þess, nú þetta að fara að snúa við, nú aftur að fara að dimma. Einmitt. Já, þetta svo, við lifum í svo breytilegum veðurheimi hérna í Íslandi. En má ég hérna aðeins áður við hættum, hérna, út af því að þú nefndir við mig áður en við hófum okkar samtal, að þú væri ekki búin að drekka áfengi frá aldamótum. Já, aldamótaárið. Já, til hamingju með það, Gísli. Já, takk fyrir það. Það rosaleg blessun þegar fólk finnur það að það eigi ekki samleið með áfengi og kúpla sér frá því. Það bara, eftir það gerðist eiginlega, þú veist, allir góðu hlutir í mínu lífi, sko. Já. Og hófstu þitt lögfræðinám á sama tíma? Eftir það, sem sagt 2005 byrjaði ég í háskólanum. Þá ég búinn að fara, sko, 2 ár í fjarnám fyrst. Ég tók 1 ár í fjarnám í Verkmennskólanum á Akureyri. Já, þá til að ná einingar upp á stúdents. Já, en svo komst ég nú undan þá í kennaraháskólanum. Já. Þess að árið eftir. Já, ok. Og þar lauk ég 1 vetri, sko. Já.
og komst inn á þessu síðan inn í undanþágu í lögfræðinni. Þetta alltaf gerast eftir ég varð edrú, sko. Ég kynnist þarna konu minni eftir ég verð edrú. Og börnin mín fæðast öll eftir það, þú veist, þannig að Það má ég að segja bara líf þitt þarna aldamótin hafi þetta sé bara svona fyrri hálfleikur og svo góðu seinni hálfleikur. Já. Hafi bara orðið pólskipti. Já. Og þú veist, þrátt fyrir náttúrulega sko stór áföll þarna að þá sá hálfleikur alveg ennþá í gangi, sko. Já. Þú veist, það bara Góði hálfleikurinn. Já, ég meina ég lifi bara góðu lífi með börnunum mínum og Gott mörg. Ég á 3 börn. Já. Og frábært. Já. Þannig að það yndislegt það. Að geta fjölgað sér. Já. Þannig að þetta bara allt. Allt í gangi, hvað eru þið gömul? Strákurinn minn að vera 23 árinu. Já, bara fullorðinn maður. Já, svo stelpa mín í miðjunni er að vera 19 og yngsta er að vera 15. Já, ok. Styttist kannski ég að vera afi? Já, það gæti alveg orðið. Ég er svona að vera alveg gaman, sko. Það hlýtur að vera bara alveg. Engin pressa, sko. Engin pressa. Dulin pressa. Já, dulin pressa. Fyrst við erum að tala þetta hérna. Já. Heyrðu Gísli, Yes. Klukkutíma og 6 mínútur, ég ætlaði bara að hafa það hérna í 40 mínútur. Já, pældi því. Já, þú ert að fara í bónus og sitja þvottavél og allan pakkan. Allan pakkan, elda og svona. Heyrðu, 1000 þakkir fyrir frábært spjall. Já, takk sömuleiðis. Virkilega gaman að koma til. Já, og ég segi við þig líkt og við alla að ef þú vilt einhvern tíma koma og ræða málin, alltaf velkomin. Já. Og með einhverja hugmynd sem þú vilt íta vör og taka upp og setja út á alnetið, svo kallar það. Þá getur alltaf komið til mín. Já, takk fyrir það. Heyrðu, 1000 þakkir. Já. Og góða helgi. Febrúar senn á enda. Mars á leiðinni. Erfiðasti mánuður ársins með 80 veðurbrigði. Já. Aftur, Gísli. 1000 þakkir. Já, takk hérlega.